Aldingarður æskunnar í Reykjanesbæ var formlega tekin í notkun á sumardaginn 1. við skrúðgarðinn í Keflavík. Nokkur ungmenni gróðursettu fyrstu plönturnar undir leiðsögn stjórnarfólks úr Suðurnesjadeild Garðyrkjufélags Íslands. Þetta nýja verkefni verður unnið í samvinnu garðyrkjustjóra Reykjanesbæjar og leikskóla sveitarfélagsins. Sjónvarpsmenn Víkurfrétta voru í Aldingarði æskunnar. Aldingarður æskunnar, hvaða hugmynd er þetta? Já, hugmyndin er nú kannski fyrst og fremst sú að vekja athygli æskunnar á ræktun og hugmyndin sprettur einnig út af því góða starfi sem hér fer fram á Suðurnesjum. Leikskólar hér eru til fyrirmyndar, hér er einn leikskóli hér við hliðina á okkur þar sem að ræktun er hluti af daglegri starfsemi. Við höfum verið að reyna að ýta við Suðurnesjabúum með fræðslu hér reglulega í okkar litlu Suðurnesjadeild og tekist býsna vel. Við teljumst á landsvísu tiltölulega aktíft félag, lítið félag. Nú síðan höfum við kannski verið að móta einhvers konar stefnu hvað kæmi sér best fyrir svæðið og í raun okkar sem félagsskapur. Og hvað á maður þá að byrja? Maður á auðvitað sá ungviðinu, fræjunum sem síðan vaxa og taka við. Og það er eiginlega hugmyndin með þessum garði. Hvað voru það að setja hérna niður? Við vorum að setja niður 4 aldintré og svo settum við niður 2 berjarunnar sem er svona tákgrænt fyrir nafnið. En auðvitað vísar aldin til afurðar, frævils og fræflu sem er áþreifanlegt og aldin vísar líka til okkar sjálfra, okkar barna. Þau eru auðvitað það aldin sem að uppvex á okkar sæði og ekki. Þannig allt hefur þetta svona skírskotun til þessa nafns. Og hvernig sérðu fyrir þér þetta verkefni Aldingarðinn hérna? Ungviðið og fleiri munu koma að því að gera þetta fallegt og rækta hérna? Já, það er tilgangurinn. Það er að segja að við svona séum kannski pínlítið eftirlitsaðilar og hugmyndafræðingar í því sem að geti farið hér fram, sem til dæmis sem að tekur bara árstíðirnar á haustin, þá myndu leikskólabörnin koma og setja niður haustleikana og bíða síðan eftir því á vori að þeir kæmu upp. Þetta getur verið öfugt, stundum setjum maður vorlauka og síðan getur maður verið með sáðkassa, sáð hér fræi eða tekið hluta af garðinum til þess. Aldingarður er í rauninni bara garður þar sem að aldin er afsprengi þess sem að til er sáð. Sem dæmi, fjölmargar rósir mynda mjög falleg aldin á haustin. Þannig að ég sé fyrir mig að við eigum eftir að planta hér rósum og það er dálítið merkilegt. Einu sinni var þetta algjörlega fráleit hugsun að hér myndu þrífast plöntur eins og rósir og síðan blómstra. En svo er ekki og það er vegna þess að við erum að upplifa svolítið hlýnun og svo hefur alltaf verið að rækta fram ný yrki sem eru þolnari og betur til þess fallin að þrífast. Þannig að eiginlega allur gróður þrífst vel á Suðurnesjum. Það hefur oft verið talað um að þrífist ekkert hérna. Ekki allur gróður, svo sannarlega ekki, en það er margt sem kemur á óvart og það nýjasta dellan sem ég er nú að fá er að fara að hér prófa lyngrósir sem að virðast geta þrifist ágætlega, svo fremur sem að maður myndar einhvers konar skjól. Nei, langt, þú sér það nú bara hér, sko, þetta er nú kirkingslegt tré sem er kalið. En hefði maður kannski valið eitthvað annað, aspirnar hérna þrífast vel, ýmislegt. Mér finnst sígræni gróðurinn alveg afskaplega fallegur.
og hann svo fjölbreytilegur og það er vel verið að við höfum eftir að prófa það meira hér. Og ég sé að þú hefur þurft hjálp frá okkur blaðaútgefendum hérna, þú varst með blöðin hérna, Víkurfréttir og Morgunblaðið sem settir utan trén. Hvað að baka það? Já, það bara að vita hvort öflugra blað, sko, vegna þess að maður notar gjarnan dagblöðin til að hylja ræturnar þegar maður búinn að setja svolítið mold á, sko, svona til að forða það þorni. Okkur fannst bara sjálfsagt að gera samanburðar á ná þessum blöðum, Víkurfréttum og ég vildi nú halda mig við Morgunblaðið en hérna kollegi minn hann vildi þá taka Víkurfréttir og þannig að það þetta alveg ljóst að við munum fylgjast mjög vel með þessum tveimur trjám þar sem að þessi rannsókn fer frá. Það spennandi. Já, spennandi. Já, takk fyrir. Takk.